og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Nú komin júlí og eins og ég fyrir oft sagt áður þá bara flýgur tíminn einhvern veginn áfram og það eiginlega bara alveg ótrúlegt að árið sé hálfnað. En ég alltaf jafn þakklát að geta fært ykkur að minnstakosti 2 þætti í hverju mánuði, stundum þeir fleiri. Og ég á mínum bakhjörlum líka sérstakar þakkir og mig langar að byrja því bara að nefna þau. En það Heilsuhillan sem hefur staðið með mér í alveg mörg ár, næstum því frá upphafi hlaðvarpsins. Og vörur mánaðarins núna eru New Nordic vörurnar. Og ég hef oft mælt með epla edik sjampónu þeirra með alveg náttúrulegum efnum. Þeir eru líka með magnesíum, nokkrar tegundir af magnesíu sem ég mæli með og svo Lion's Mane. En það sem ég nýbúin að taka eftir að þeir eru komið með kreatín og kreatín svona gúmmímersja. En það hefur verið sýnt fram á það af rannsóknum að kreatín monohydrate sem er eitt mest rannsakaða fæðubótaefni í heimi, að það eykur vöðvamassa og styrk, hefur líka áhrif á heilaheilsun okkar og svefngæði ásamt því að gegna lykilhlutverki í orkuframleiðslu. Þannig að þetta eitthvað sem að öllum óhætt að taka og sérstaklega þegar við eldumst þetta ótrúlega mikilvægt fyrir einmitt heilaheilsun okkar. Þannig að þetta allavega alveg skaðlaust að taka inn 3-5 grömm á dag fyrir þá sem vilja bæta heilsuna. Þá get ég allavega mælt með þessu. Síðan það Spíran sem dásamlegu veitingastaður í Garðheimum. Og ef þú ert ekki búin að smakka heilsusalat heilsuerlu, þá nú aldeilis komið tími til þess. Ég mæli náttúrulega 100% með því. En svo mjög margt annað gott á matseðlum og það mismunandi matseðl á hverjum degi. Alltaf 3 heitir réttir, 1 fiskur, 1 kjöt og svo 1 grænmetisréttur. Og síðan allan daginn hægt að fá aðra rétti eins og salutin, róstbífrist, avokadorist, eggjaköku og alls konar svona. Og svo líka hægt að fara þarna eins og kaffihús og fá sér kökur og kósí. Síðan það Virkja sem töfrandi nám í markþjálfun. Og ég ótrúlega stolt að segja frá því að ég hef ákveðið að skrá mig í framhaldsnámið hjá þeim sem hefst á næsta ári. En þeir sem hafa áhuga fyrir grunnnámið, þá hefst það núna bara í haust og ég hveti ykkur til að kíkja á virkja.is af því þetta breytti aldeilis mínu lífi. Síðan það Þín fegurð, snyrtistofa á 2. hæð í firðinum í Hjartahafnarfjarðar. Og þær stöllur þær taka heldur betur á móti öllum sem koma. Ég fékk núna áður en ég fór að keppa á EM alveg þvílíkt flottar neglur með íslenska fánanum. Ef þú ert að fara að gera eitthvað svona tækifæris, þá mæli ég algjörlega með. Og svo náttúrulega hægt að fara í alls konar dekur þar og bara hvert öðru betra. Og svo lokum Ungbarnasund Erlu sem ungbarnasundskólinn minn sem ég svo ótrúlega stolt af og fagnar með 20 ára afmæli núna í júlí. En í þessum þætti þá kom hann til mín, hann Börkur Reykjálín Brynjarsson og við settumst niður og ræddum alvarleg málefni. En við vorum að ræða kvíða, þunglyndi, burnout, spilafíkn, skömm, sjálfsvígshugsanir og fleira. En í viðtalinu þá segir hann okkur á mjög einlegan hátt frá fallegri en sorglegri lífsreynslu þegar hann þurfti að leita til Píeta-samtakana eftir að lífið hafði leikið hann grátt. Og Berki finnst alveg ótrúlega mikilvægt að ræða opinskátt hlutina í stað þess að byrgja þá inni og fela. Af því að það skömmin sem dregur allt of marga til dauða. En einungis 10% þeirra sem með spilafíkn leita sér aðstoðar. Þannig að spilafíkn dauðans alvara. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili, heldur leyfa Berki bara að eiga orðið. Gjörðu svo vel.
Gestur minn í dag hann Börkur Reykjalín Brynjarsson. Vertu hjartanlega velkominn. Takk fyrir það. Þeir sem ekki þekkja þig, hvernig myndirðu lýsa þér? Já. Stórt að spyrja. Þetta stór spurning, sko. Ég allavega svona persóna sem vill gera gott og maður á þeim stað að ég vil láta gott á mig leiða og hef verið svolítið í því þó svo ég hafi svo leiðst út í einhverja vitleysu á köflum en svona heilt yfir að þá það ég var slökkviliðsmaður í 15 ár og það svona setti rosalega stórt mark á það að svona minn tilgangur í lífinu svolítið að gera eða að hjálpa öðrum. Já. Það hefur mér fundist vera svona sterk hvöt hjá mér. Og hvað kom til að þú hættir að vera slökkviliðsmaður? Ég bjó á Selfossi, þetta sem sagt hlutastarfandi slökkvilið og þannig að þegar ég flutti frá Selfossi þá var ekki lengur í boði að vera í slökkviliðinu. Þannig að ég hætti út frá því, sko. En ég var sem sagt búinn að vera varðstjóri þar og svona, þannig að þetta var búinn að reyna svolítið í því, þannig að það var virkilega áhugaverður tími og skemmtilegur. Gott tímabil í lífinu. Já, mjög. Já. En hvernig myndirðu lýsa æskuðinni og uppeldi og svona þinni sögu? Ef við tökum bara svona tímalínu. Já, ég fæðist í Reykjavík, sko, veit að ég búinn til í Danmörku. Og komið þangað aftur núna? Og komið þangað aftur núna, já. Ég sem sagt fæðist svo inn í Reykjavík, já, og svo þegar ég tæplega svona 1 og hálfs árs þá flyt ég mamma og pabbi aftur til Danmerkur og ég sem sagt læri fyrst dönsku, þannig að ég er ágætlega máli farinn á dönsku og síðan, já, æska mín þar úti bara eins og ég man hana yndisleg og bara flytjum svo heim þegar ég eitthvað 6-7 ára og ég elst upp í Breiðholtinu og átti þar ofsalega góðan tíma líka og lærði vélvirkjan og síðan fór ég í verkfræði sem ég lærði svo aftur í Danmörku, þannig að þá flutti ég aftur til Danmörkur. Bjó þá í einhver 5-6 ár aftur og svo kem ég heim til Íslands, býð þá á Stokkseyri í svolítinn tíma á Selfossi, var þar í slökkviliðinu og starfandi sem verkfræðingur hjá verkfræðistofu og hjá uppsveitum Árnessýslu. Fer svo í já, síðan verð ég sjálfstæður, fór inn í það að vinna í fjölskyldufyrirtækinu, líka það sem sagt fjölskyldufyrirtæki sem heitir Frostverk sem smíðar innréttingar í veitingahús og þess áttar. Eins og frammi sem ég var sína. Já, fyrir mig, menntaskólanum við Hamraleg. Já, og svo það svona árið, já, og það getur sagt það að ég fer inn í það svona til þess að aðstoða foreldra mína og gekk bara ágætlega með það en svo var þetta þannig að þetta var kannski ekki beinlínis minn draumur að vinna með, þannig að ég ákveð að loka því áramótin 23-4 og það svona það sem það keyrir mér rosalega mikið niður. Ég fer þá í greinist með þunglyndi og kvíða og það sem að flokkast undir burnout. Svo, já, fer ég áfram, lendi í miklu tómlæti þarna. Náttúrulega kannski búinn að stikla svolítið á stóru í gegnum allt saman en í þessu ferli fram að þessu þá er ég búinn að gifta mig 3 svar. Já, ok. Líka, en ég fer síðan lendi í rosalega tómlæti þarna, tómleika og fæ einhverja hugmynda því að ég þurfi að vinna því að ég átti ennþá smá pening í fyrirtækinu eða einhver svolítinn pening og fannst ég þurfi að láta hann eitthvað vinna fyrir sér og
fer inn á netið og byrja á því að það sé svindlað á mér og síðan fer ég að skoða hann einhverja aðra hluti og ég enda bara, sem sagt, enda þá inn í því sem heitir day trading. Hvað það? Sem er í raun og veru bara þannig að þetta eru svona, það er hægt að vera viðskipti með hérna bara gjaldmiðla, bitcoin, það er gull, olja, alls konar hlutabréf. Kaup og selja svona. Já, en samt ekki kaup og selja því að þú ert að leggja ákveðin peninginn og svona eftir á þegar ég er búin að læra á þetta og átta mig betur á þessu að þá er þetta bara, þú ert að veðja á hvort að hlutinni sé að fara upp eða niður. Er í raun og veru ekkert flóknari en það og eins og í öllum spilavítum að þá er það alltaf húsið sem vinnur og ég tapaðist tölurum pening á þessu, lendi inn í svakalegri þráhyggjuhugsun og þetta verður að spilafíkn og þessi spilafíkn, ég átta mig svo ekki á, ég er búin að vera brasi í þessu í rúmt ár eða hvort sé 1,5 ár þegar ég svona átta mig á því að þetta er, þú veist, bara vandamál. Já. Hvernig átta þér á því? Já, ég átta mig á því að ég er búin að tapa miklum pening, ég vissi ekki á hvaða miklu þannig þá sko og vissi það í raun og veru heldur ekki þegar ég hætti svo en ég átta mig bara á því að ég er ekki að ráða við þetta og ég finn bara, var farin svona átta mig á því að þegar ég setti inn pening í þetta að þá kom upp svona velíðunar tilfinning. Okay. Svo var ég líka farin átta mig á því að ég var farin að hugsa ansi slæmar hugsanir gagnvart sjálfum mér út af þessu og skömmin var farin að heltaka mig og ég þarf svo, ég er hættur að geta falið þetta, ég svona náða að fela þetta þannig séð og og þegar ég þarf svo að opna mig með þetta og þá svona er ég búin að átta mig á því og ég er búin að tala við chat og svona finna út úr því að hvernig spilafíkn lýsir sér og hann sagði mér líka það að þetta day trading væri alveg partur af því. Þannig að ég á þann hátt að þá fer ég, þá átta ég mig á því og ég byrja að skoða hvað ég get gert til þess að komast út úr þessu og ég opna mig á þetta við konuna mína og við þetta var náttúrulega rosalega erfitt sko, því að hún hafði uppgötvað þetta þarna þegar ég var búin að svona, það var það leyti sem ég var að kynnast day trading, þegar ég var búin að lendi í þessu svindli þarna, en þá áttaði ég mig ekki á því að ég var með eitthvað vandamál sko, og lofaði ég að hætta sko, en náttúrulega eins og út af og það sýnir sér líka að vandamáli var komið þarna skilur fyrir að þarna fannst mér ég endilega geta unnið þetta upp sko. Og það var alltaf eltingaleikurinn, ég var alltaf að reyna að vinna upp þessa hluti og ég svona, hvað maður að segja, vandamáli vitt, já, þú veist, þannig að já, ég sveik hana náttúrulega illa með þessu og þetta var bara ekki gott, ég bara er síðan þá búin að vinna í því að læra á þetta, sækja mér allar þá þekkingu sem ég get til S.A.A. Er sérhæfð meðferð við spilafíkn hér á landi eða? Það er hægt að fara sko í innlögn sko sem er þá samhliða áfengismeðferð eða þannig. En það er alltaf á 50 dögum, á hverjum 50 degi er frá 4 til 6 fræðsla spilafíkn sem að virkar alveg á sama hátt og nú fór ég líka í grunnmeðferð, bara áfengismeðferð til þess að læra almennilega á fíknirnar og þegar ég, þú veist, það er sama uppbygging í því, þú veist, þannig að það er klukkutíma fræðsla og svo klukkutími svona samtalsmeðferð á eftir. En það var náttúrulega á þessu ári verið að veita meiri peningum inn í S.A.A. til þess að taka á svona málum og
ég er ekki alveg 100% hvar það liggur ennþá, sko, hver aukningin en ég náttúrulega flutti til Danmörkur og það hefur svona verið en við vorum sem sagt flutt til Danmörkur þegar ég opnaði mig á þetta og þú veist, þetta er bara ég er að átta mig á þessu svona september í október í fyrra að þetta sé vandamál eða þú veist þannig og þá er ég búin að vera bara að segja þessu lengi sko, eða þú veist að mér finnst en en það sem ég svo er að vinna í sjálfu mér er þetta með hvað er þetta sækja fundi og sækja þá þekking og tala við ráðgjafa og svona þannig að það er Var það mjög erfitt skref að opna á þetta? Þetta var svakalega erfitt það var bara því að skömmin er svo mikil þarna sko því að þú veist ég er verkfræðingur, ég er að vinna við þú veist, gera hluti sem að maður þarf svona að vera allavega þokkalega skynsamur til þess að vinna við og þannig að manni finnst þetta að vera svo erfiður þú veist, manni finnst bara svo asnalegt að maður lendi inn í þessu og veist, teljandi sér vera svona þokkalega skynsamann sko og veist, vera allt í norðin fíkill og veist, það er eitthvað sem er ótrúlega erfitt að bara standa upp og segja fannst mér ákvaða vísu heila strax að vera algjörlega opið með þetta og líka út af því að þetta leiddi mig inn í miklar sjálfsvíshugsanir og ég þurfti að leita mér hjálpar við því og það var svona partur af þegar ég lendi bara á þeim stað ég veit ekki í hvað átti ég er að fara ég bara er að keyra bíl einhvers staðar og þá náttúrulega ég er búinn að halda núna á þeim tíma var ég búinn að halda 5 hlaup fyrir Pieta-samtökin og ég var búinn að halda 4 var búinn að auglýsa upp 1 og ætlaði að hætta við það en þá komu þessar dásamlegu stelpur Auður og Dóra Ég er mitt búin að taka viðtal við Auði Já, ég veit, dásamlegt alveg og þær komu og alveg spurðu hvort það mætti koma inn eða taka þetta og Varst þú þá ekki á góðum stað þegar? Nei, þarna var ég nýbúinn að loka fyrirtækinu og var svona að vinna mig með út úr þessu að vera líka greindur með þunglindi og það sko og þarna var líka eitthvað að byrja að svindla á mér og eitthvað svona sko Okay. en það var svo sem ekki það sem vandamáli var bara það að mér taldi mig ekki vera andlega búinn til þess að gera þetta Svo þannig að þær tók þetta, ég mætti á staðinn, ég vissu keyrði upp aftur út því ég var búinn að auglýsa það, ég ætlaði ekki að gera þetta, þannig ég keyrði þá aftur upp auglýsinguna að ég ætlaði að gera þetta og þær svo tóku þetta áfram og bara frábært og voru í himnastigunum og gerðu þarna hluti sem við höfum svo haldið áfram með, bara dásamlegt og þær voru með mér í fyrra og svo... Vífilsstaðavatni? Já, og en svo voru þær upptekna núna þannig að við en Auður ætlar að vera með næst þannig en þetta er búið að vera sem sagt núna í 6 skipti og hefur gert mér alveg ótrúlega góða hluti að það að hafa verið búin að hjálpa þeim það er samt svo skrítið sko sitjandi þarna veit ekki alveg en hringja síðan í samtökin og ég vísu byrjaði á því að skella strax á ég hringdi 2 og gugnaði ég og skellti á og þá hringt tilbaka bara eftir eitthvað 15-20 sekúndur eða eitthvað svoleiðis Þannig þau grípa fólk? Já, þeir grípa og mér finnst það alveg magnað sko og það út af því ég skellti á út af því að ég bara fyrsta lagi var hræddur og svo bara hvað átti ég að segja sko þú veist ég fannst bara líka
partur af því var að mér fannst sko að hlýta að vera einhver sem að þyrfti meira á því að halda en ég og en ég þurfti vissulega á því að halda þarna og en þarna, já, fær maður manneskju sem er bara svona hvað heitir það? Hlutlaus. Algjörlega hlutlaus, já, það er engin að dæma mann, eitt eða neitt, alveg sama hvað maður er að segja á akkurju og eitthvað svoleiðis, það er bara, það er ýtt undir það að það er einhvern sem þykir vænt mann og bara passa upp á það að það sama hversu slæm með hlutirnir eru, að þá er ekki, þá er útleiðin ekki þessi. Þannig að ég þurfti nú að hringja svo á önnur skipti. Ég fór aldrei, þannig sé ég viðtalsmeðferð hjá þeim, en þau bjóða náttúrulega upp á það og buðu mér upp á það. En ég var á þessum tíma sjálfur hjá sálfræðingi, ég var að vísu hjá 4 ráðgjöfum hann í upphafinu, sko, til þess að hjálpa mér með svona, var svona líka að leita að því hvað væri svona rétta persónan að hjálpa mér og erum bara hjá einum í dag, en stundum hjá öðrum sálfræðingi líka. En eins og ég segi, þau bjóða upp á alla þá hjálp sem þú þarft og algjörlega kostnaðarlausu og ástæðan fyrir því að ég er að halda þessi píetahlaup er ekki endilega til þess að safna fyrir þau pening, sko. Í upphafi var það ekki til þess. Í upphafi var það að vísa út af því að sjúkraþjálfarinn minn spurði mig akkur ég sem sagt, eftir COVID þá lokuðu þeir á eitt hlaup sem ég var að fara í sem var svona 250 km 6 daga hlaup eða 5 daga hlaup. Þannig ég gerði mitt eigið og svo spurði sjúkraþjálfarinn minn eftir þetta hvað akkur gerðu þetta, fyrir hvern? Ekki fyrir neitt. En akkur varst ekki að styrkja neitt eða neitt svoleiðis. Þannig að nei, þá fekk ég, þá hún svona kom þessar flugun í hausinn á mér og þá Af hverju valdirðu Píeta þá? Það var nefnilega svolítið skondið út af því að ég sem sagt var búinn að skrifa niður einhver 4 félög og var síðan að labba inn í Hagkaup einn daginn og þar var bara svona einhver útprentaði miði frá Píeta og ég hugsaði, já, ok, þetta er það. Vá, ég fæ eiginlega bara gæsahúð að maður hugsa sko hvað lífið er merkilegt. Já. Þarna gerir þú þetta og svo þurftir þú að leita til þeirra. Já. Þetta er kannski ekki tilviljun. Nei, ég held ekki, sko, og fyrir að þetta gerir líka það að ég sé búinn að vera í þessu og vera, ég er líka markþjálfi, ég kom nú ekkert inn á það, en það að ég vil hjálpa fólki, að það er líka ástæðan fyrir því að ég er að sko koma hérna til þín, segja frá þessu, þú veist, það er 10% spilafíkla leita sér hjálpar. Það er svona lítið? Já. Vá. Samt sem áður er dánartíðni spilafíkla hæðst af fíklum. Er það skömmin heldur? Skömmin. Það er bara skömmin. Erfiðustu fíknirnar er spilafíkn og matafíkn. Þetta er þessi 2 hluti sem þú þarft alltaf að vera með, matur og peningar. Og þetta er, það er bara skömmin og þetta, sko, það er líka skömmin að fólk leita sér ekki hjálpar. Þetta er, og það er þessi skömm sem ég var að berjast við. Að það er svona stóri punkturinn í þessu, sko. Og þess vegna, já, vil ég eins mikið og ég get reyna að koma þessu svona á framfæri að, þú veist, þetta eru bara fullt af fólki að lenda í þessu, þú veist. Og því miður að það er bara allt og margir að allt og mörg líf sem týnast. Ég meina það er raun og veru svipað þegar þú tókst viðtali við Auði. Ég hlustaði nú á það viðtali núna bara fyrir stuttu og það er sama tíðni í dag
á 9. hverjum degi einhver sem tekur líf sitt. Það að vísu Á Íslandi? Já, á Íslandi. Það að vísu bæði karlmenn og konur en 70%, 75% eru karlmenn. Akkur heldur að það sé? Svo miklu herra hlutur. Vísu heyrði ég það einhverstaðar og það má ekki fara að taka mig sem einhverja orðabók eða svona fræðilega út úr en ég heyrði það að það væri cirka 50-50 sem að gera tilraun. Kallarnir eru með meiri afgerandi aðferðir. Okay. Þannig að konurnar bjargast oftar, mér sagt. Ja. Er þetta kall eftir hjálp? Partur af því, það að nú oft á tíðum þeir sem að gera þetta hafa oft á tíðum ekkert sagt þetta. Ég var ekki búinn að segja neinum frá þessu daginn sem að ég fór og skoðaði aðstæður. Þá var ég búinn að hugsa þetta oft, En já, það var þannig að það er svona, ég veit ekki, svona eftir ég er búinn að opna mig á þetta og farin að tala þetta, að þá er ég heldur ekki að, það kom alveg upp hugsanir öðru hvoru, en í dag er ég alveg með þá hreinu, þú veist, hvað þetta hefur áhrif á marga. Þú sérðu Auði, ég meina hún partur af minni björgun, Ég á 2 vini sem hafa tekið líf sitt, ég veit hvernig þetta hefur farið með þeirra fjölskyldur og ég á fjölskyldu, ég á börn, ég á foreldra og fyrrverandi konu og þú veist, þannig að þetta er, þú veist, ég er ekki að fara, í dag er ég að hugsa það, ég er ekki að fara að gera þeim þetta, það er eitt af því, en svo er ég líka á þeim staði með langar að halda áfram. Já, það er fallegt. Takk fyrir að deila þessu. En já, þetta er svona, Fannst þér þú þá bara, fannst þér eins og það væri ekkert annað í stöðunni? Þess að þetta var einhver eina leiðin út? Já, þetta var bara þannig að ég, þú veist, ég vissi aldrei náð að komast á þann stað að börnunum mínum, eða, þú veist, þannig að þeim væri betur komið án mín. En svona þegar að ég var á Vestastaðnum þá var ég kannski ekki heldur að hugsa það, ég var svona, en ég fór bara einu sinni til þess að kanna aðstæður, En það var ekki, já. Finnst þér erfitt að deila þessu? Þetta er bara já. Bara þegar ég fer tilbaka með hausinn á annan stað, þá er þetta svona, en það var bara einhvern veginn, þú veist, að fá að vita það að maður væri, þú veist, eða finna það að maður væri á þeim stað, þú veist, ætla að reyna að koma því frá sér að maður væri, nei, ég veit ekki, var ég aðeins, ADHD eða aðeins að rugla í mér, en þetta er bara, hvað, ég veit ekki, að vera á þessum stað að finnast allt ómögulegt og eru betra að fara heldur en að reyna að útskýra þetta eða komast að sannleikanum sjálfan sig. Ég held að það sé kannski svolítið til í því að það er þetta að ég var að komast að einhverjum sannleikum sjálfan mig sem ég vildi ekki vita. Það er svona,
eitthvað sem að ég held að sé kannski það sem að stendur upp úr svona ef maður hugsaður þetta. Já, þú hefur ekki mætt sjálf með þér einhvern veginn? Nei, það vantaði bara þetta. Ég var, það er líka eins og með fíknina, sko. Þú ert ekki að taka á henni meðan þú ert í henni. Já, einmitt. Sko, ef þú fyrir kalt bað, þú gerir það ekki. Einstaka sinnum, þú hefur gert það. Ég gerir finnstundum með kalda En þú veist að fara í kaldakari að þá eru 5 sekúndurna fyrstu svona mjög vondar og svo vinnur því gegnum það og þetta er svona stutt útgáfa af því að ég sat inn á veitingastað á Selfossi með vinum mínum og var búinn að vera með kvíða allan daginn. Og ég sé þarna að það kemur kemur í þjónninn labbandi með bjór á næsta borð og ég hugsaði, já, það hefði gott að fá sér bjór núna, myndi svona slá á kvíðan. Og svo hugsaði ég líka, já, það hefði náttúrulega kannski líka myndi slá á kvíðan að setja inn pening á þetta sem ég var að daytrading, þannig að það myndi svona gefa manni, ég fekk veliðina tilfinningu við það. En í framhaldinu af þessu að þá hringdi ég sem sagt í stelpu, Alma, sem er fíkniráðgjafi og hún sagði við mig, er með spilafíkn.is, hún sagði við mig að að það sem að væri að gerast þarna, að þarna væri að vinna mig í gegnum þjáninguna. Þú veist, þannig að þarna vann ég mig í gegnum það að fá tilfinninguna fyrir að spila. Í staðinn fyrir að spila þá setur maður þetta upp í hillu og geymir þjáninguna, maður bara svona heldur áfram í velliðinni, sko. Ég veit ekki hvort að þetta make eitthvað sens, en en svona, það er bara það að maður þarf að vinna sig í gegnum erfiðleikana til þess að komast út hinum megin og það er svona það sem ég hef verið að gera með því að opna mig svona á þetta, sko. Mér finnst ég aðeins hafa dottið út í svona einhverjum þræði, en Já, allt í góðu. Þetta er svona pínu. En þetta er bara svo einlægt að það er bara það sem skiptir máli. Já. Að hlustendur, já, ég er alveg viss að hlustendur skynja og heyra hvað þetta tók mikið á þig. Já. Þannig að, og líka bara að vita að það er alltaf von, það er hægt að leita sér hjálpar. Það er stóra atriðið í þessu, það er alltaf von, þetta er ekki vonlaust, sko. Og það er svo mikið að hjálpa að finna. Mér finnst bara, hérna á Íslandi eins og ég segi, það eru á 9 daga fresti, það er 40 manns á ári sem taka lífið, en á heimsvísu er einhver að taka lífið á 42 sekúndna fresti. Vá. Þannig að það er bara ótrúlegt að spá í það. Þannig að það er bara svo vont hvað það er greinilegt að mörgum líður illa. Þannig að þetta er svipað hlutfall hér á Norðurlöndum, sko. Og þannig að við erum ekki á neinum sérstökum stað. Þannig að þetta er svona virðist þetta vera hjá okkur. En fannst þér þá einhver tímann, fyrr á ævinni, ef við bökkum, upplifir einhver tímann þá einhver svona áhættuhegðun eða eitthvað tengt svona fíkni, eða er þetta bara alveg nýtt? Ég er náttúrulega slökkviliðsmaður, og þá maður að hlaupa inn í hús sem eru brennandi. En það er svo sem það er ekki áhættuhegðun, en það var svona spenna. Nei, ég get ekki sagt ég hafi verið í einhverju áhættuhegðun. En þetta kom þér rosalega óvart kannski sjálfum og þess vegna var skömmin en það meira? Já, náttúrulega fíknilega séð, að fara inn í þessa fíkn, að hún gerir það, því að ég hef að vísu einhvern veginn alltaf haldið mig frá spilakössum og öllu svoleiðis í gegnum tíðina. Þannig að
en ég hef alveg farið í tölvuspil og svoleiðis sko og það nú að verða stórt vandamál í dag. Já. En ég hef ekki verið spilakassar eða kasínó eða neitt svoleiðis, það hefur aldrei höfðað til mín og heldur ekki gegnum þetta ferli. Þetta var þetta daytrading sem að held tók mig alveg. Svo að en þessi fíkn hún, maður var með ákveðnar svona grensur og þess vegna stoppaði ég á þessum stað sem ég stoppaði sko, en síðan bara hitt það að þessar grensur eða þessi mörk leið og ég er nú búin að náttúrulega hlusta á aðra á fundum og svoleiðis sko, að þeir voru með mörk líka, en svo fóru þeir yfir þau mörk og þá færðu þeir bara mörkin sko, þannig ég svolítið ánægði með mig að ég stoppaði þarna og er ennþá stopp. Það komnir 230 dagar eitthvað svoleiðis og þannig að ég er að nálgast 8 mánuði og þannig ég er búin að vera ég er búin að halda mig frá þessu alveg síðan og ég þannig að ég bara er ánægður með það og það er bara hlutur sem að ég mun halda líka í, skilju, það er líka hundfúlt að byrja að tella upp á nýtt. Já, nákvæmlega. Nei, það er svona kaldhæðni í söllu saman. En þú sagði mér einhvern tímann að þú hafði tekið þátt í yfir 30 ultrahlaupum, er það ekki? Jú, það er kannski svolítið fíkn í því. Ég ætla að segja að mér finnst allavega og hef heyrt að það er oft eitthvað svona, ég veit ekki, þeir sem að hafa verið að glíma við einhverja svona erfiðleika eða eitthvað, þeir þurfa eitthvað svona ofur áskoranir, sko. Já. En það er kannski ekkert algilt auðvitað, skilur við, en... Nei, en það er talað um að sko, þarna fyrsta Péturhlaup mitt að þá hljóp ég 100 kilometra á 400 metra braut. Þannig að við hlupum 250 hringi. Það er svakalegt. Var það upp í Mosó? Já. Ég man eftir þessu. Já, það er slett. Við vorum þarna í lok janúar í skítaveðri, en það kom fullt af fólki. Það var svo yndislegt í lok hlaupsins. Við vorum þarna áttum 1 klukktíma eftir. Þá kom hópur og hljóp með okkur og það var rok og það voru svona strákar sem algjörlega skildu okkur. Það var svo fallegt. Það er fallegt. Þegar ég hugst tilbaka þá fæ ég ekki þess á sko. En þeir komu þarna nokkrir og svona... táknrænt. Já, það var svona bara, þeir mynduðu bara svona í kringum okkur hring sko. Það var svo magnað sko. Man alltaf var einn sem var alltaf að passa upp á það að kljúfa fyrir mig sko. Hvernig leið ykkur eftir þetta? Hafðirðu hlaupið svona langt áður það? Ekki í einu sko. Nei, ég hef búin að fara þá 3 svar í svona 250, 6 dagar hlaup. Wow. En sko, já, ég er búin að fara 7 sinnum Laugaveginn og ég er búin að fara Hengilinn og ég er búin að reyna við 100 kilometra og 100 mílur í Henglinum og þegar ég oft hugsaði eftir á að þegar ég fór í 100 mílunar þá hafði ég átt að láta 100 kilometrann döga því að ég fór 90 og eitthvað kilometra. Já. Nei, það var bara þarna í þessum báðum tilfellum að þá er ég í 100 kilometra þá meiddist ég þannig séð eða svona það voru ytjubandi sem fór þannig ég hætti að geta að fara niður brekkur og í hinu að þá held ég að ég hafi ekki haft hausinn með mér sko, en út af því að ég hafði dottið illa sko hálfum mánuði fyrir hlaupið. En hvað gefa ultrahlaupið þér? Það gefa mér einhver svona stolt. Ég meina það er örugglega stór hluti af því er svona dópamín, þú veist, framleiðsla skilurðu. Þú veist, það að, þú veist, út af því að spyrja út í fíknina og það í kringum það, sko, jú, ég var
var komin í þetta að reyna við lengri hlaup og svona stóra stóri draumurinn minn var, ég búinn að ýta honum frá mér sko, en stóri draumurinn minn var að fara í Tórin sem sko 330 km hlaup með 25.000 metra hækkun. Vá. Og ég meina ég á vini sem hafa gert þetta og bara algjörlega magnað afrek sko. Já, því jafn mikið hausinn og líka með. Já, þar ertu eiginlega bara með meiri haus sko. Þú veist, þú veist þannig, vinkonum minn, hún lendir í því að tábrjóta sig þarna eftir einhver örfá kilómetra eitt skiptið og þurfti að hætta sko, en hausinn á henni dró hann áfram alveg talsvert sko áður en hún hættir sko. Bara ótrúlega mögnuð sko, en svo kláraði hún, tók hún ári seinna, minni mig, ég man ekki alveg með ártölun og hreinu. En þetta er svona maður, það er alveg fíkn í kringum þetta sko. Það er ég vissum að þetta var alltaf, var alltaf að hugsa hvað get ég gert meira. Þannig að, jú, á þann hátt að þá getum við alveg hugsað tilbaka að þarna hafi verið eitthvað sem var að toga mig. Og svo náttúrulega vinnulega líka, maður er alltaf, þú veist, svona getur sagt, hafi líka verið vinnufíkill sko. Já, varst að vinna allan tíman á meðan þú varst í þessari spilafíkn? Ég náttúrulega byrja í einhverjum svona út af því að ég er ekki að hafa neitt að gera. En ég var í veikindafríi. En þannig að þú veist, peningalega sér var ég ekkert illa haldinn sko. Og líka það ég átti pening sko eftir í fyrirtækinu. En já, og svo fer ég að vinna og og hún, þannig að ég var að vinna samhliða því sko. Þannig að. Þegar maður fer í svona svakalega lægðir, hvað er það sem kemur manni upp úr? Það er náttúrulega hjálp bara, veist, þar sem að í mínu tilfelli þá er það samtalsmeðferðir hjá sálfræðingi og sálfræðingum og ráðgjöfum og náttúrulega mín eigin kannski þekking sem markþjálfi, það hefur líka hjálpað mér mikið sko. Og og ég hef náttúrulega notað netið mikið til þess að leita mér að aðstoð en númer 1 að þá er að tala um vandamálið. Við karlmenn erum alveg magnaðir með það að þú veist, það er allt í vinkil hjá okkur og svo spyrir hvernig líður þér, bara góður. Ég er bara fínn. Það er bara ekkert að mér. Svo bara brósum maður alveg bara í burtu. Og þetta hefur gert mjög mikið sjálfur sko. En þú veist, maður líka, þú veist, hvenar, þú veist, það er einhver svona, maður er að hitta einhvern svona og segja hvernig hefur það, að ég hefa ömurlegt sjónst. Það er svona svolítið erfitt að gera það líka. Þannig að þá vill kannski við komandi vita meira og það er bara betra að segja ég er bara fínn. Já, nákvæmlega. En stóri parturinn á því er þetta sem ég segja, að tala um hlutina. Já, við einhvern sem maður treystir. Við einhvern sem maður treystir og einhvern sem er ekki að dæma mann. Og svo hreyfing. Já, einmitt, hreyfingin. Við og það er ástæðan fyrir Píeta-hlaupunum mínum. Ástæðan og grunnurinn og þú veist, það sem ég er að hvetja fólk áfram þar. Þú veist, en samt í gegnum mitt brasa þá hef ég ekki hreyft mig mikið sko. En ég hef náð að tala svolítið, en ég hef svona farið í göngutúra og svoleiðis en ekki nógu markvisst sko. Og eins og ég sagði hérna á undan að ég sem sagt búinn að tala við Coach Bigga og komin með hann sem, eða þú veist, þannig að ég svona fæ dagleg skilaboð frá honum og það er svona ýtir undir það að maður gerir eitthvað. Já, haldið sér við efni. Já, en síðan er líka rútína. Ég er með svona ákveðna morgunrútínu þar sem ég vakna og ég gerir svona öndun, breathwork og með hugleiðslu og svo tek ég æfingar núna
það er sem komið inn í þá rútínu og svo núna meðan ég er heima þá er ég með kaldan pottu úti og hef farið í hann. Já. Og það, náttúrulega, kaldi potturinn er svona serotonin framleiðsla, sko, þannig að svona gleðihormónið kemst bara í framleiðslu þar, sko, og betra heldur en einhver lyf sem þú getur tekið. Svo að en það kallar hann eins á smá aga að koma sér onni. Já, þetta verður samt alltaf auðveldara. Algjörlega og það er bara, já, og ég finn þú veist, ég er svona gatt skotist onni rétt aðeins og stökk ég upp úr aftur, sko, en núna sit ég alveg í rúma 2 mínútur og þannig að það er... Það er samt svo ótrúlegt, þó maður hafi gert þetta oft, þá er samt svakalegu dagamennur. Já. Einn daginn er þetta ekkert mál, Nei. svo einhvern dag er þetta alveg bara hrikalega erfitt. Já. Ég held að þetta sé rosa mikið hausinn, sko. Ég meina, hausinn á okkur er alltaf á ofsalega erfiðum stað, eða þú veist, nei, ég er ekki að segja það, hann er ekkert alltaf á erfiðum stað, hann er alltaf sá sem er erfiðastur að eiga við, ætla ég að segja. Já, en líka reyndar taugakerfið, ég finn það, ef taugakerfið er upptrekt, þá er rosalega erfitt að fara í kaldapottin, ef streitan er mikil og allt þetta. Já. En þá er það örugglega akkurat þá sem maður þarf á því að halda, því að maður þarf að en það er það sem að ég hef þurft á að halda. Sko, málið er það í þessu öllu saman sem ég er búinn að vera að gera, þá er ég búinn að, ég veit ekki hvort það sé rétt að segja að ég sé búinn að rústa hjá mig taugakerfinu, en taugajafnvægið mitt er komið á einhvern allt annan stað. Það þarf ekkert til þess að setja mig á jafnvægi þetta. Og bara of lítill svefn til dæmis? Eða? Já, ég er náttúrulega var í löngum tíma meðan ég var að fara í gegnum þetta, þá var ég vakandi mjög langa, svaf mjög lítið mjög lengi, sko, og maður svona náði að dorma eitthvað og svo hrökk maður upp í einhverju kasti eða svona svitakasti eða hvað maður að kalla það. Og en þetta er allt saman hlutir sem að hafa hjálpað með því að tala þá, sko. Og það er svona það sem er grunnurinn í þessu öllu saman. En annað sem er kannski gaman að segja frá núna, að það er að koma gulu september og það var haft samband við mig þaðan líka og ég sem sagt er sem sagt að miðla mínum hlutum þangað inn líka í einhverju svona smá vídeo sem eru sýnt en gulu september er sem sagt forvarnamánuður sjálfsvíga og það er hlutur sem að mér finnst ótrúlega flott verkefni sem er að koma upp. Á hvers vegum er það? Geðdeild er svona að halda utan þetta og en svo eru þessi félög umhyggja, nei ekki umhyggja, Pieta sorgarmiðstöðin ætla ég að segja og einhverju fleiri svona sem er að halda utan þetta. Ég held að umhyggja sem meira tengt langveikum börnum. En mér finnst þú áhugavert áðan, þú sagðir að markþjálfanámið hafi verið lært það hafi hjálpað þér í gegnum. Getur einhvern veginn lýst hvernig eða hvernig? Samtölum við sjálfa mig kannski, þú veist. Maður er svona, getur sagt að þegar þú ert að markþjálfa einhvern, þá ertu að fá viðkomandi til þess að líta fram á veginn og hvernig hann ætlar að komast áfram. Hvernig líta kannski áfram í tíman, hvar ætlar að vera þá og hvernig komstu þangað. Það hefur hjálpað mér ótrúlega mikið, svona, ef ég tek bara þessa svona basic svona rútínu í þessu. Svo er þetta sem við köllum að vera í hræðsluvídd eða möguleikavídd, að reyna að komast við að
þar sem að ég var í þessu öllu saman þá tók hræðsluvítinn allt. Já, varstu bara í spíral. Já, og að komast yfir í að sjá möguleikana, sjá hvert, þú veist, maður getur komist áfram. Að það er eitthvað sem að hefur gefið mér alveg, gefið mér mest, eða gefið mér mikið. Já. Og markþjálfun er nefnilega ótrúlega öflugt og gott tól. Já, ég allavega vil meina það og ég hugsa oft þegar að þetta er eftir þennan skóla sem ég er búinn að vera að gangi í gegnum að þá vil ég miðla þessu áfram til fólks að það er hjálp og það bara er og það er fjölmargir markþjálfar starfandi hérna á Íslandi og þeir bara sem slíkir geta gert mikið fyrir okkur og svo talandi náttúrulega bara náttúrulega geðlækna og sálfræðinga líka, þeir eru náttúrulega kannski læriðir í að horfa þá meira tilbaka og horfa onni hvaðan við komum. Og það er náttúrulega líka markþjálfarans að muna það að ef að það eru slæm vandamál þá að beina til sérfræðinga. Akkurat, við vinnum ekki með fortíðina, bara nútíð í framtíð. En það er akkurat það sem að horfa, vera í nútíðinni, átta sig á því, hvað maður er búinn að gera af sér og vinna áfram með það og koma sér á þann hátt til framtíðar. Sko. Þetta er svo, sko, ef maður hefur ekki verið á þessum stað sem betur fer, margir hafa ekki verið, að vera í svona, ég veit ekki hvort maður kalla þetta, djúpri lægð eða hvað. Ég held að, þú veist, við sem höfum ekki verið þar getum alltaf aldrei sett okkur í þessi spor. En hvað er það sem fær, eins og til dæmis bara þig, hvað var það sem bara fekk þig, ok, nú leita ég mig hjálpar? Heldur að sé eitthvað samnefnar yfir hvað það er sem að svona bara allt í einu fær fólk, nei, nú þarf ég hjálp. Sko, þegar ég hringdi fyrst í Péta, að þá var ég, sem sagt, ég hringdi þangað út af því ég bara vissi ekkert hvað ég átti að gera næst. Það var einhvern veginn, sko, það var einhvern veginn bara, það var ekkert framundan. Og veist, já, þannig, þú veist, hvort það sé einhver samnefnari, ég held að það hljóti, út af ég hef nú ekki verið að tala við marga sem hafa lent í þessu, en ég veit alveg einn vinn minn sem líka var sjúkraflutningamaður og slökkviliðsmaður og var bara kominn á þann vonda stað að hann var búinn að sannfæra sig það að börnin hans væru betur á sig komin án hans. Og ég man ekki hvað það var sem kom honum til þess að leita sér hjálpar. Sko. En þetta það er samt sem áður að kannski að þegar að þú ert á þessum stað að þú bara veist ekkert hvað þú átt að gera. Það er bara einhvern veginn ekkert til staðar. Svo var líka afsakað en margt af þessu er í þoku. Það er margt þarna sem að ég man ekki almennilega og þannig að það er svolítið erfitt að segja kannski nákvæmlega svona hvað það er, sko. En já, það er svo skrítið að maður svona einhvern veginn veit ekki alveg af hverju maður er á hverjum stað fyrir sig, sko. En þarna verði ég var rosalega hræddur. Ég man það. Og
og líklega út af því ég var hræddur þá leitaði ég mig hjálpar. Þetta, já, hann ég kannski að uppgötva það. Af hverju leitaði ég mig hjálpar. Það fallegt. En, já, þetta svona stundum erfitt að svona nákvæmlega greina hvernig hlutirnir eru, sko. Er eitthvað meira sem þig langar að deila eða segja eitthvað sem ég bara að gleyma að spyrja eða eitthvað svona? Nei, veistu, ég finnst bara að skipta öllu máli að fólk viti það að það sé til hjálp og vil bara líka það að ítreka það að við þurfum að passa okkur að tala meira saman, sérstaklega karlmenn. Já. Við þurfum að segja frá því hvernig okkur líður. Þú veist, og ef við getum ekki gert það við þau sem að standa okkur næst, við konun okkar, það fólk sem er okkur næst, að þá er hægt að tala við, þú veist, þá eru sálfræðingar, það eru þessi samtök, það er sorgarmiðstöðin, það eru Píeta-samtökin. Já, er ekki líka bergið? Jú, það er svona fyrir yngri, það er upp að 25 ára aldri. Já. Og Og Rauði kross síminn, það eru bara fullt af hjálparlínum og sem að svara er allan sólarhringinn. Já, það er þannig. Já. Það er alltaf opið. Það er alltaf opið. Er þetta sjálfboðaliðar sem er að vinna í mörgu af þessu, veistu það? Nei, ég held nú að það sé greitt en sko eins og út af því að nú þekki ég best Píeta-samtökina að þeir vinna af langmestu leyti á styrktafé. Þannig að þeir eru ekki að fá greitt frá ríkinu, og sko, sem að mér finnst sorglegt miðað við allt það sem er í gangi hjá þeim, sko. Þetta eru, ég held að þetta sé yfir 300 símtölu á ári sem þeir fá, sko. Þannig að, en ég held að sé ekki svo margir einstaklingar, ég man ekki alveg hvernig þetta var. Ég var eitthvað að telja fram þessa tölfræði fyrir hlaupið, en þannig ég er nú með þetta einhvers staðar. En þetta er bara svo ótrúlega mikilvægt að það sé staður til að leita til. Já. Að fólk viti það. Já, það er bara það sem mér finnst standa upp úr í þessu öllu saman, að það er það að það, á mjög einfaldan hátt að þá gat ég hringt í þessu mínu tilfelli Píeta-samtökin og og fékk þar bara samtala sem að gerði, sem hjálpaði mér bara mikið þangað til að ég gat svo hitt ráðgjafinn minn daginn eftir, sko. Yeah. Og þetta er svona, það er bara mjög mikilvægt, sko, að vita það. Ég held að það sé svona kannski lokapunkturinn í þessu. Bara leita ykkur hjálpar ef að þið í vandræðum og fyrir en seinna. Yeah. Þetta er til staðar til þess. Kannski ein spurning í lokin, sko, þú kannski heyrt að því ef þú hefur hlustað á nokkra þætti hjá mér, þá finnst mér alltaf svo gaman að heyra skilgreiningu af fólks á hvað heilsa er fyrir. Þannig hvað er heilsa fyrir þér í dag og kannski ef þú spólar aftur einhver ár, hvað var skilgreiningin önnur þá? Sko, skilgreiningin mín aftur í tíman kannski er talsvert á þann hátt að vera líkamlega hraustur, vera geta farið út og hlaupið 10 kílómetra á klukkutíma svona bara og það er rólegt hlaup. Ég var líka, ég lærði einkaþjálfi líka, þannig Nú, þetta alls konar. Já, og var að kenna bootcamp, sko, einhver tíman á Selfossi á sínum tíma. Þannig að maður var, svona líkamlega heilsa var það sem skipti máli. Náttúrulega andleg heilsa í dag skipti mig
miklu meira máli. Mér finnst það vera sko heilsa í dag bæði líkami og sál. Þú veist, þú þarft að vera bara hraust sál í sterkum líkama og það svona það sem stendur upp úr hjá mér. Æðislegt. Það ætla ég bara að segja takk kærlega fyrir að deila, að ég veit að það ekki auðvelt að fara svona aftur í tímann og rifja upp eitthvað svona erfitt tímabil í lífi manns. Já, nei, ég bara segi takk fyrir mig. Mér finnst ótrúlega skrítið að ég sé að gera þessa hluti. Bara svona að koma og segja frá þessu öllu saman. Ég veit alveg að það fólk að heyra hluti þarna sem erfitt fyrir þau að heyra og ég bara en málið það að ég vil koma þessu bara áfram til þess að hjálpa þeim sem í vandræðum. En þó sé ekki nema einn, sko. Ef maður getur hjálpað einum þá það alveg magnað, sko. Að því að sko spilafíkn líka svo falin. Maður hefur heyrt það. Þetta svona fíkn sem að sést ekki. Nei, hún sko, þetta bara eitthvað sem að maður náði að svona ganga með sjálfum sér, skilurðu, og það var enginn að sjá þetta. Og eins og ég segi, maður lifði þannig séð tvöföldu lífi á ákveðinn hátt. Það náttúrulega rosa streituvaldur. Og það tók rosalega á, sko. Það kannski eitt af því sem ég hefði átt að koma inn á fyrr í samtalinu, en það bara það sektarkenndin sem að kalla það fram. Það bara takk nú aftur fyrir að gefa það tíma og góða ferð aftur heim. Hvort kallar þú heim? Já, ég fer heim til Danmörk og svo fer ég heim til Íslands. Mér er svo merkilegt, ég held að það sé sko 5. manneskjan sem kemur við til mín sem býr í Danmörk. Já, þetta mjög algengt. Þetta bara stutt á milli, sko. Maður fer af stað bara núna ég flý út semst annað kvöld og svo maður bara mættur í vinnu og það líka ég verið að fljúga út á virkukvöldi skilur eftir vinnu og svo maður bara mættur í vinnu aftur morgunin eftir, sko. Það dæligt. Það dæligt. Heyrðu, það var rosa gott. Heyrðu, ég segi bara takk hérlega fyrir mig. Takk kæri hlustandi fyrir að gefa þér tíma til að hlusta á hlaðvarpið. Nú það bara svolítið þannig að í júlí og desember alltaf minnst hlustun. Ég búin að taka eftir þessu 3 ár sem ég búin að vera með hlaðvarpið. Þannig að mig langar svolítið að fá þína hjálp til þess að deila hlaðvarpinu og auka hlustun núna í júlí. Þetta einmitt tíminn sem að fólk hefur meira frí og alveg gott að vera með eitthvað í eyrinu þegar maður að brasa eða út í garði að reyta arfa eða út í göngutúr eða þegar maður að elda eða hvað sem maður að gera. Þá finnst mér rosa gott að stundum að hlusta á eitthvað uppbyggilegt og það það náttúrulega sem þetta hlaðvarp og á að vera. Þannig að ef að þú myndir vera með mér í liði og hjálpa mér að breiða út boðskapinn og segja fleirum frá hlaðvarpinu, þá væri ég þér alveg ævinlega þakklátt. En þangað til næst, hafið það gott, bless bless.